Verið velkomin, býst ég við, í þennan þátt af bíóbílnum. Við fórum á The Other Woman, mjög eftirvæntasótt. Þetta var vinkona mynd. Já, og við munum, já, Svo við vissum reyndar hún, sko, mál, já, við munum tækla þessa mynd á 2 vegu eða 3. Við munum aðeins tala hana út frá því hvað hún svo munum við líka fjalla þannig hvað okkur finnst, og við vitum að við erum ekki markaðshópurinn og alltaf við munum ekki vera kannski mjög reiðir alveg strax, en ef þetta myndband er frekar langt að þá munum við sennilega verða pínu reiðir, en sko, Hrussa myndavélarna maður. söguþráðurinn er sá, og ef það hafið séð trailerana, við munum segja þetta þannig að við munum ekki spilla neinu það sem kemur ekki fram í trailerunum. Söguþráðurinn er sá að það er herra myndarlegur, heldur fram hjá eiginkonu sinni, og hann heldur fram hjá framhjáhaldinu, og hann heldur fram hjá framhjáhaldinu sem er framhjáhald 2. Já. Framhjá. Snýst mikið framhjáhald Og þetta er vinkonumynd, þetta er mynd fyrir kvenkyns markaðshóp sem er kannski nýkomin slæmu sambandi eða góðu sambandi. Þetta er líka fyrir einmanna pera sem að vilja hunka sig í bíósalnum. Já. Já. Hvað? Nei, ekki reynd, en já, þetta var... Seriously samt. Já, það er rétt. Það var held ég 1/7 af bíógestunum voru strákar eða karlar eða hvað sem að við erum. Þetta var spes. Já. Tónlistin var góð, eða svona næstu því. Það var svona, það kom eitt lag sem að ég vissi að myndi koma. Eftir Nicki Minaj og Twa? Nei, eftir þetta heitir Girls Just Wanna Have Fun. Já, Cyndi Lauper. Já, Cyndi Lauper. Já. Í hver einustu vinkonumynd. Já. Það var það Ekki það að ég hef gáð, sko, en... Þegar að lagið kom þá reyndi ég að kyrkja skjáinn, ég bara... Heldum okkur við myndina? Já, þetta fjallar 2 vinkonur sem að, Það sagði eiginkonan framhjáhaldið. Það er myndarlegur, á konu, hvað heitir eftir leikkonan? Leslie Mann. Leslie Mann leikur hana. Já. Og eiginmaður hennar sem er leikinn af Nikolai Coster-Waldau, sem er þekktur fyrir hlutverk sitt sem Jaime Lannister í Game of Thrones. Já. Hann heldur framhjá Leslie Mann með Cameron Diaz. Já. Og síðan verða Cameron Diaz og Leslie Mann vinkonur. En myndin er samt sett upp þannig bara frá byrjun að Cameron Diaz og herra myndarlegur að þau eru par. Já. Og hún byrjar á því, hún segir á því hvað þau eru saman, og svo allt í einu kemur það fram að hann er giftur. Já. Og myndin í rauninni snýst Cameron Diaz, og hún er í rauninni aðalpersónan, og hún einhvern veginn sogast inn í brjálaðan heim fröken myndarlegur, Leslie Mann allavega, sem við leikjum Leslie Mann. Já. Og það er einhvern veginn svolítið óraunhæft hvernig þær byrja þetta bandalag, já, og eins og segjum, þetta er náttúrulega, þetta snýst það að fá hefnd fyrir framhjáhald. Já. Og Sparka henni punginn. já, þau gera það óbeint. Óbeint, já. Í sálina. Já. Í sálarpunginn. Já. Hræðjar sálarinnar. Já. Fleiri leikarar, Nicki Minaj. Nicki Minaj, hún leikur er í aukahlutverki, hún á rassin hennar, og þú veist, hún leikur sjálfa sig. Hún er svona þetta hlutverk sem segir það að það er betra að vera myndarlegur en að hafa persónuleika. Eða að vera myndarlegur. Góð leksið fyrir krakkana. Já. Hún ætti í rauninni bara að halda sig. Það var þetta krökkum hérna, ég býður svona líka. Nicki Minaj er góður rappari, hún ætti bara að halda sig í því og sleppa því að koma fram. Það er ekki lag eftir henni í myndinni. Ég held það þegar þau eru á Bahamas. Ábyggilega. Svo er mér að segja Don Johnson í þessu, ég veit nú ekki hvað hann er að gera. Nei. Örugglega haldinn einhverju sjálfspyntingarhegðun þar sem hann kemur fram í þessari mynd. Borga eitthvað meðlag. Svo er, þessi sem þið sögðu herra myndarlega. Já, svo er líka, einmitt það sem Agnar sagði, það er betra að myndarlega heldur en að hafa persónuleika. Ekki það að Kate Upton hefur ekki persónuleika, það er bara þú veist, aðal ástæðan hún eigi þessari mynd út af því að hún er módel. Og hún er fengin sem
annað framhjáhaldið. Já, framhjáhald nummer 2. Mér finnst svolítið eins og þessi mynd sé svona móðgun bara eiginlega fyrir konur, sko. Já, með við það, sko, þetta náttúrulega grínmynd og þetta grínmynd sem miðað konum og með við það. Málið að þetta er bara svo heimsk mynd. Eða, þú veist, grínið virkar ekki, það bara, og það voru, þú veist, 80% í salnum voru konur og þú veist, það var ekki hlegið mikið. Og þú veist, við hlóðum ekki neitt, nema atriðin sem voru ekki fyndin út af því, þau voru fyndin út af því voru ekki fyndin. Kannski það eina fyndna við þessa mynd var Cameron Diaz og það hún fékk það hlutverk að vinna úr, sko, eins og Agnar sagði áðan, hún er föst í þessum brjálæðislega mynd, það að segja, hún verður vinkona Leslie Manns, eiginkonunnar, sem er kolbrjáluð, sko. Já. Og hún vinnur úr henni, sko, þess vegna, hún fær alltaf fyndnina úr því. En þú veist, með það sem hún hefur, þá gengur hann alveg vel hvað að fyndni, sko. Hún er líka sennilega best skrifaði karakterinn í myndinni, því að Leslie Mann er bara, með það sem maður sér, þá er hún svona, alkohólisti og því að hún er eiginlega alltaf full í þessari mynd og alltaf grenjandi og það er bara ekki fyndið. Það er kannski raunsætt, ég veit það ekki, en ég meina, ég veit það ekki. Kannski láta sumir svona, en við vitum það ekki. Ef þið þekkið ykkur svona leys, láttu okkur vita. Það var að hitta þessu mannesku. Það var eitt atriði sem lýsir þessari mynd bara eiginlega rosalega, fullkomlega vel. Og það var að það var hundur sem að kúkar á gólfið. Já, og þetta var tölvuteknaður kúkur. Já. Mjög vel gert. Það fékk einhver borgað fyrir það að tölvugera kúk. Það er þessi mynd snýst það. Mér langar að vita söguna bak við hans, gaurinn sem tölvuteknaður kúkinn, hvernig hann lenti í þessari stöðu. Og líka að þetta sko af öllum myndum, ég myndi skilja þetta ef þetta væri til dæmis í Bad Neighbors eða hvað sem þessi helvítis mynd með Seth Rogen heitir og hvað Zac Efron, já. En það að skuli vera tölvugera kúk í mynd sem heitir The Other Woman. The Other Woman er með tölvugerðan kúk. Kemur að þig á óvart. Þetta er stól myndlíking við skýt, svo ég meina. Það eru margir brandarar sem eru stolnir úr Dumb and Dumber, Já, það er eitt niðurgangsatriði. Waxroll, já. Og það er meira svona estrogen augnablik og það er eiginlega svona... Já, geirurtunar stækka tífalt eða ákveð. Það sem ég á við að setja estrogen út í drykk, það er, þú veist, þetta... Já, ég sé það, geirurtur. Já. Það kemur í trailerunum svo. Sko, það er alveg hægt að gera örugglega góða grínmyndi með konum í aðalhlutverki. Það er ekkert, þú veist, það er alveg hægt en þessi mynd er bara alveg hræðileg. Sko, ég ætla bara að bera saman til dæmis við, segjum bara Friends, leikkonarnar í Friends, það eru alveg frábærar. Og ég er mjög þakklátur fyrir í rauninni þeirra hlutverk í Friends eftir að hafa séð eitthvað svona, þú veist, því þetta er alveg hræðilegt. Og samanborið við til dæmis bara, þú veist, Rachel, Phoebe og Monica, það eru karakterir í Friends, skilju. Ég held að ef maður myndi sjá mynd bara með þeim, það var alveg fyndið örugglega. En, þú veist, þær myndi éta allan þessar leikkonur í morgunmat, sko, þetta er alveg hræðilegt. Og ástæðan fyrir því að það myndi virka er að það eru karakterar. Þetta er einhvern veginn, þetta er ekki með góði karakterar og það er verið að labba fram hjá okkur. Ég veit ekki alveg hvað, ég held, já, ok. Þetta var bara helmingurinn af áhrifandum. Já. Já, mér fyndið líka þegar við komum inn í salinn, það var svona gaur sem að kærastan hans fór fram og hann horfði á mig og Heimi svona Af hverju er þetta? Flýið! Já. Vera færi gefst! Bjargið ykkur sjálfur, ég er farinn! Sko, þetta, ég veit ekki, sko, það er kannski hægt að tala um húmor svona í samhengi við Bridesmaids. Það var svona vinkonumynd, svona stelpumynd, konumynd, hvað sem vilja kalla það. Mikið niðurgangi í þeirri mynd líka. Já, ég veit það ekki, ég meina, við höfum húmor fyrir klósetthúmor og það og ég held að bæði... Knútala, já. Horfðu á Knútsala, já. Og það er bara kannski of mikið af því í þessu, held ég. Það er allir svona 3 augnablik... Sko það sem buggaði mig mest við þessa mynd er að þetta er mynd ríkt fólk sem er að glíma við vandamál. Hverjum er ekki sama. Þetta er svona, þú veist, líka peningurinn sem fer í þessa mynd, þetta er ekki einu svona listaverk, þetta er bara... Þetta er bara hana? Já, og þetta er bara, þú veist, við erum að græða peninga, þetta er svoleiðismynd, þú veist. Cameron Diaz er í myndinni, þú veist, komið! En það sorglega peningunum ykkar. Það sorglega við þetta virka byggilega. Þetta mun virka. Fólk fer á þessa mynd og
Við við fáum á hana, en bara út af því að, veistu... Ok, og það er eiginlega of seint reyndar að taka það fram, við hefum átt að taka það fram í byrjun, við vissum að þessi mynd yrði ömurleg og vissum að þetta var ekki mynd fyrir okkur, en... Það hefði verið samt svo fyndið að, fyrstið, hún hefði verið góð. Já, ég mitt. Það hefði verið fyndið, en ég var eiginlega vonast eftir því, en, eitthvað fyndið. Ok, hún var eitthvað fyndið, en hún var ekki svona ánægilega fyndið, ekki nógu fyndið. En samt með það, þetta er grínmynd, ég fór ekki að hlæja einu sinni. Ekki einu sinni. Sko, ég var eiginlega komið með hérna svona, hvað heitir þetta? Það var mjög fyndið að sjá Arnór í lokin út af hann var svona, sko. Það var, sko, þegar grínmynd er ekki fyndin, að þá byggir hún upp svona meiri grín, þannig að það er meiri líkur að fara að hlæja ykkur á ófyndu. Það eina sem ég gerði er að ég fekk Það sem Arnór að segja. Ég fekk fjörfisk í andlitið fyrir að horfa á sig. Það byggðist upp löngun eftir fyndni, eftir því sem myndin var ófyndnari. Það er að segja, það vantaði brandara og þess vegna... Og eitt sem var, reyndar, það var góð punktur sem komst inn á. Byggðist meir og meir upp. Já, það var líka góð punktur sem komst inn á Arnór í bíónu, það er að þau eru alltaf lengi með brandarana, eða þeir eru á landrinni. Sko, þegar þau eru búin að segja punchline-ið, þá segja þau það 3 sinnum í viðbót bara til þess að gera, bara svo örugglega að þú fattir brandarann. Og það verður mjög vandræðalegt út af því það verður mjög lélegt. Já. Það er sko... Sérstaklega ef þú ert eins og ég, þar sem að þér fannst brandarann ekki eins og fyndin í byrjun, þannig að það verður bara svona ó nei. Ég hallaði mér upp að Knúti og sagði, byrju, brandarinn er löngu búinn og hann sagði, hvað, var þetta brandari? Já. Svo líka meiri hluta af dialóginu held ég bara improvisað. Já, það lítur út fyrir það. Það vantar aga í grínmyndi núna. Það er það sem vantar. Það eru margar mjög svipaðar. Ég held að það má kenna Hangover fyrir því sko. Já. Út af því það byrjaði eiginlega á þessu sko. Skellum tígristýrana, það voru fyndið ekki, jú. Og svo ekki að 2 myndir í viðbót. Sko í góðri grínmynd, þar eru leikararnir látnir þjást, þeir eru látnir fara í gegnum eitthvað svona erfiðleika, kannski aðallega í gegnum svona líkamlegt grín. Það er gert í þessa mynd samt. Já, en það er samt, þú veist, gerfið, þú veist, þetta er allt þér er alveg sama persónunar. Já. Og það er bæði, þetta er ekki vel leikið, þetta er ekki vel skrifað. Og, þú veist, já. Sko, eina góða leikkonan hérna er Cameron Diaz. Hún, ok, ég viðurkenni að hún er það eina góða við myndina. Já. Hún er það skásta við myndina. Það er Cameron Diaz. Mér finnst eins og Leslie Mann sem er bara eins og hún sé að skemma fyrir sjálfur sig með því að leika eins og hún gerir í þessari mynd. Já. Það er sko eina góða gríni kemur frá Cameron Diaz og þú veist, það er eina gríni sem er gert rétt. Ég skil það það, já. Sko, allt fórnar fyrir því að Cameron Diaz getur við fyndin, þannig séð. Þú veist, Leslie Mann leikar svo kolbrjálugu mannesku, svo eins og ég sagði bara á hann, ég er bara að endurtaka mig hérna. Þú veist, eina fyndin kemur þar, þú veist, þannig fram. Þú veist, það er eina sem er gert rétt. Leslie Mann er ekki fyndin með því að vera skrítin. Hún er bara frekar ófyndin, hún tegir alveg úr bröndunum sem. Það er kannski ekki henni að kenna, kannski að þú veist, leikstjórinn að kenna. Ég er með að spáði hvort að hún sé gift leikstjórunum eða handritstjórunum eða eitthvað þannig út af því að það er einhvern veginn, hún fær að gera bara í rauninni hvað sem er, hún vill með hennar karakter og ég held að það sé kannski ekki alveg það besta. Nei. Knútur, ætlaðir að segja eitthvað? Ég er nú að gleyma því. Sko, mér finnst eitt svona, þetta er eina af þessum myndin sem fær mig til að hugsa oft bara að það sé of mikill peningur hann í Hollywood, sko. Og það stundum eru bara svona heilalausa myndir búnar til þegar að peningurinn hefði getað farið, skiljur, til barna í Afríku eða eitthvað, sko, það skiptir máli. Það er sko, stór fyrirtæki... Í staðinn fáum við mynd ríkt fólk sem að, þú veist, er að glíma við vandamál sem hellinga öðru fólki er að glíma við og það er gert á svona hátt. Ég held að vandamáli sé svona stór framleiðslufyrirtæki, þeir taka aldrei áhættu. Það er að segja, þeir nota alltaf hugmyndina sem að virka. Þeir kannski horfa á myndir eins og Hangover og hei, gerum þú veist stelpútgáfa þessu eða eitthvað. Þá koma hellinga konum að horfa á, þú veist, og þær myndir seljast vel og þannig verða fleiri svona myndir búna til og það virkar, en þetta er ekkert Þetta er enga gæða myndir, þú veist. Það er enginn eftir að muna eftir þessum myndum eftir 20 ára. Já, með það þetta er grínmynd og maður fer ekki að hlæja að henni, það er einhvern veginn... Það er mjög slæmt. Segir sér sjálft. Það er bara sorglegt. Já. Það er hæfileika í þessari mynd, það er bara... Og þú veist, ég hlustaði eftir áhorfendunum í salnum líka og það voru ekkert margir að hlæja, sko. Þegar þau fóru að hlæja þá einhvern veginn fattaði ég, þá spurði ég sjálfum mig, byrju... Af hverju fóru að hlæja? Já, finnst ykkur þetta virkilega fyndið? Eða þú veist, af hverju finnst ykkur þetta fyndið? Því að
mikið af þessum bröndurum kannski eitthvað sem maður hefur heyrt áður eða séð áður eins og öðrum myndum eins og vorum að tala um Dumb and Dumber er mjög mikið af sko, stólnu þaðan sko, og það er bara Ég meina það, maður hefur gott af húmor sem að lætur mann ekki hugsa. Nei. Þú veist, það er gott af húmor, maður hefur gott af húmor sem lætur mann hugsa og líka sem lætur mann ekki hugsa. Maður hefur gott af bæði, sko. En þessi mynd var bara of heimsk. Þú veist, bara of já, heimsk. nei, ég held að bara það, þú veist, myndin er bara ekki góð. Já. Og það er ekki gott stóð fyrir grínið. Það er að, ok, aðstæðurnar er kannski góðar, en þeir nýta sig ekki alveg til botns. Þessi mynd hefur kannski getað því betur undir höndum annars leikstjóra, eða, þú veist. Ég vil meina það. En þú veist, ég meina. Ég vil meina það, ef þú væri með. Þetta fór sem fór. Já. Þetta er ekki það fyndið mynd. Ef þú hefur haft Courtney Cox í þessari mynd, Jennifer Aniston og Lisa Kudrow, þá hafði þessi mynd verið helmingi betri. Mér sé að þó að handritið sé alveg hræðilegt. Og þú veist. Já, reyndar, ég held að það væri betra. Sjá svona Friends-mynd. Það var enda gaman, sko. Það væri skárað þetta. Það mun aldrei gerast. Það mun aldrei gerast og ég er eiginlega bara ánægð með það. Eða fæ ég einhverju, ég held að já, það er gott. Hver? Á ég ekki bara? Jú, þú mátt það. Ég 5,7. Ég held að það sé fínt. Ég meina. Já. Þetta er vinkonumynd sem, þú veist, eina, þú veist, svona svipum stíl og Bridesmaids, en hún er bara það augljóslega slæm að það er frekar svona, þú veist, maður tekur meira eftir því heldur en, þú veist, maður eigið tíma í að taka eftir það slæma í myndinni heldur en að hlæja af bröndurunum. Fyrir honest. Já, ég get alveg byrjað, sko, ég ætla, kannski áður en ég gef einhvern, ég ætla bara að segja það að aldurshópurinn sem var með okkur í salnum, hann var svolítið dreifður. Já. Það var allt frá því kannski að vera svona 14 ára upp í það að vera kannski 40 eitthvað. Og ég tók alveg eftir því að þeim yngri sem fólki var, eða flestan alltaf stelpunar, því yngri sem þeim voru, því meiri líkur voru að þær fóru að hlæja. Já, þetta er eiginlega fullkomið, sko. Þetta er svona svolítið óþroskaður húmor, þannig séð. Þú veist, og þú veist, þær tala alltaf fallegustu stelpuna í hópnum eru með, þú veist, stóru brjóstinn og stóra rassinn og þetta er svona, þetta er bara, þú veist, þetta samfélag í dag, náttúrulega, þannig að það ýtir undir það, svona. Ég veit ekki, ég vil ekki gefa þessu of lága einhvern út af því að ég er ekki, þú veist, ég á ekki að horfa á þessa mynd. Já, en þetta er svona persónuleg einhvern, svona. Já, persónuleg einhvern. Já, ok. Og líka fagmannleg einhvern. Við erum bara, þú veist, að náttúrulega tala um þessa mynd á almennan hátt, þannig að. Já, hvað var þessu mynd að gefa manni? Ég meina, hún var alveg. Þetta var að fyndið mynd. Hún var alveg tekin vel upp og klippt Já, vel útlitað mynd. Ákveðnum brandara mætti kannski vera örlítið styttri en allt í lagi. Ég myndi gefa henni samt svona, ég myndi gefa henni svona 6,2 eða eitthvað svoleiðis. Með við það að hún er gerð mjög vel. Cameron Diaz, hún heldur þessari mynd svolítið uppi. Já. Leslie Mann í rauninni er bara að skjóta sig í fótinn með því að leika eins og hún gerir. Hún er svona þessi óþroskaða manneskja sem getur ekki, hún vill ekki sætta sig við vandamálin sem hún hefur og einhvern veginn ákveður bara að horfa fram hjá þeim eða búa til ný vandamál og heldur að hún getur leyst vandamálin með því að fara ákveðna leið sem er bara kolröng. Eins og elta upp í hinar hjákonurnar. Við ætlum ekki samt að fara út í það hvernig myndin endar en mér finnst það að vera mjög asnalegur endir og þau eru að byggja upp eitthvað svakalegt sem að einhvern veginn leysist á mjög asnalegan hátt og út af því að kallinn, herra myndalegur, hann einhvern veginn, hann pínu fríkar út, ég ætla samt ekki að segja mikið, hann pínu fríkar út og hann eiginlega ofleikur og það er líka orðið pínu kjánulegt út af því að það er eins og leikstjórinn hafi ekki sagt sko. Hann vissi ekki hvað hann gera með það. Já, hann vissi ekki hvort hann ætti að leyfa honum að fara bara og fríka gjörsamlega út eða hvort hann ætti að vera mjög svona rólegur og tónaður niður. Mér fannst þessi mynd bara mjög ofleikin, hún er bara mjög ofleikin sko. Já, nema eins og nema með Cameron Diaz, svona minnst kannski. Hún lék fullkomlega vel með aðstæðuna sem hún var í. Já, hún hefur alveg leikið áður oft í rómantískum gafamyndum og þannig að hún veitir henni alveg hvað hún er að gera. Leslie Mann hefur líka leikið oft í rómantískum gafamyndum. Hún var ekki nýtt eins vel. Og hún gerði þetta ekki nógu vel og hvað hét
frumhöld nr. 2. Kate Upton. Kate Upton, hún með mjög lítinn skjátíma og á að vera þetta fyndna þarna en Leslie Mann í hópnum. Leslie Mann á líka að vera rosalega fyndin en hún bara, þú veist, alkohólisti og allir alkohólistar eru mjög fyndnir. Er það ekki? Totally. Eins og segi, ég gef henni 6,2, með minnir að ég hafi sagt það og já, ég er búinn að kannski tala á þessu mikið. Já. Sko, það eru margar myndir sem ég hef séð sem eru með, þú veist, titilhlutverkið er kona og þær eru ótrúlega flottar eins og Pan's Labyrinth og Changeling með Angelina Jolie og þú veist, ég held mjög mikið upp á svoleiðis myndir og þú veist, ég er mjög ánægður og það er mjög flott þegar gerðar svona myndir og það er nógu lítið af myndum þar sem að aðalhlutverkið er, þú veist, kvenkarakter og mér finnst vantar svolítið meiri af þeim en þessi mynd finnst mér bara móðgandi, þú veist, fyrir í rauninni konur og húmórinn er alveg hræðilegur, ég finn ekkert gott í þessari mynd nema kannski, þú veist, Cameron Diaz er svona eina sem heldur henni þannig séð uppi og þú veist, nú er þetta húmórinn svolítið kynbundinn auðvitað, þetta er mynd sem ætluð fyrir konur þannig í rauninni ættum við ekki að dæma þessa mynd þannig en ef við bara tölum hana á almennan hátt, ég meina þá er hægt að tala alla myndir bara á almennan hátt, þá finnst mér nú bara hræðileg og þú veist, já ég ætla að gefa henni 3 og það, já, þú veist, út af hún er svo tilgangslega þessi mynd, það er að segja, ég þoli ekki svona myndir sem að peningarnir hefðu getað farið í eitthvað annað og miklu betra. Þetta er bara sóun á peningum og mér finnst það alveg hræðilegt. Þess vegna ætla ég að gefa þessari mynd 3 og ég myndi gefa henni minna ef að, þú veist, Cameron Diaz hefði ekki verið í henni. Við getum ekki sagt hvort við mælum eða mælum ekki með þessari mynd. Þetta er nóg, þú veist, það sem þið hafa hókt á er kannski nóg fyrir þá sem að, þú veist. En svona mynd fyrir, þú veist. En við veitum ekki, þú veist, ok, kannski ábyggilega einhver sem geta notið þessari myndar. Sko, ef þú fórst á já, við vissum það. Ef þið finnst Bridesmaids fyndin, þá eru alveg nokkri brandarar þarna sem þú munt fara að hlæja og allt í lagi með það. Já. En svona almennt séð að þá er þetta meira svona fyrir svona einhverjar svona 14 til 16 ára stelpur sem að vilja bara, þú veist, hafa gaman á því að fyrir bíó. Ég meina, ef þau hafa gaman af svona, ok, þetta er ekki veginn romantísk gamanmynd, ef þið er gaman tveir, þú veist, því konur, en ég meina, þú veist, eða, já, akkurat eins og við sögum í Period, konur sem eru nýbúnar að lenda úr hræðilegu sambandi. Í ástarsorg. Já, þetta er svona þannig mynd, sko, þú veist, þetta er mynd fyrir, þú veist, konur sem er búið að halda framhjá og þú veist, og þær sitja með ísinn, skilur, og að horfa á myndina, þetta er svona þannig mynd, sko. Í bróðarkjólnum. Ef þú ert ofdekkar svona kvikmyndanörd, þú veist, og þú ert kvenkyns, þá gæti verið að þið munu ekki líka við þessa mynd. Þú er auðvitað móðguð þá við þessa mynd, sko. Þú veist, ef þú býst við einhverju meir, svona, ok, þetta er ekki mynd, þú veist, þessi mynd krefst ekki hugsunar. Þetta er bara, maður bara sýta hana, gapi á skjáinn og bara fylgist með og hlæ. Ég hef mótið svoleiðis myndum, en bara þessi var léleg þannig, já. Þú veist. Það er bara það, þú veist. Hún er svo móðgandi, það er aðalmál. Dauðleiddist líka. Já. Það er ekkert að gera þessi mynd. Ég fann ekki til með neinni persónu, mér var alveg sem allar persónur og það var ekkert spennandi að gerast. Hei, spennandi að gerast, þetta grínist, það, ég meina Mission Impossible lagið, þegar var í myndinni. Girls just wanna have fun, man. Og Mission Impossible lagið var misnotað svo illóð því að það eina sem þau eru að gera er að fara inn í bíl, keyra örlítið og fara úr bílnum. Já. Það er allt smálið með Mission Impossible lagið. Hvernig nota þetta samt lengur, þú veist? Ég veit það ekki. Þetta notað í gríni, þú veist, einu sinni, kannski er þetta bara löngu, en ég meina sýning hvað standard þessi mynd er með. Milljónir dollara mynd og þeir setja Mission Impossible lag við eltingaleg. Og svo erum við lagið New York, New York með Frank Sinatra. Flott maður. Já. Sinatra maður. Já. Ég veit ekki, kannski er hún að reyna að geðjast mörgum í einu með því að geðjast engum. Já. Þannig að maður er alveg farin að finna út hvaða myndir, þú veist, eru góðar og ekki með því að sjá bara ef það eru mikið af poplögum í trailernum þá eiginlega veistu hver þetta er svona að stefna. Nei, Lego Movie hafði mikið af poplögum. Já, það er rétt, en það var góð mynd. En eins og þessi mynd var bara sko stútfull af þeim og þau voru bara til að vera hana. Það var ekki til þess að, þú veist, hjálpa atriðinu neitt. Það bara var þarna, hei, setjum pínu rapplag hana. Við tölum lengur þessa mynd heldur en X-Men. Já, það er... Já, við getum að tala en ég meina, þetta kemur alveg óvart. Já, en ég meina, ok, tölfræðin yfir þá sem að horfa á bíóbílinn yfir höfuð, tölfræðin yfir þá sem að munu horfa á þessa mynd.
tölfræðin yfir allt þetta, sko, þeir sem eru að horfa á þetta akkurat núna, það er meiri líkur á því að þau vilji sjá okkur þjáða. Ég veit ekki hvort ég á að geðjast þeim. Þið eru sadistar. En við vorum í bíói á slæmri mynd. Við þjáðumst, eru þið ánægð? Eru þið ánægð? Við vitum að við eigum ekki að horfa á þessa mynd ef við horfum samt á hana út því að það er ekkert annað í bíó. Við erum búin að fara á Alla myndina. Godzilla, við erum búin að fara á X-Men, við erum búin að fara á Spider-Man, við erum búin að fara á allar þessar myndir Við fáum ekki sér borgað fyrir þetta. Við borgum fyrir að horfa á tölvugerðan kúk! Ég er ekki að borga fyrir þessa mynd. Nei, Hann borgaði. ég borgaði með fyrir hann. Ég sé svo mikið eftir því. Ok. Ef þið vilja að við auglýsum eitthvað í þessum myndböndum þá endilega hafið samband á flyingbussgmail.com eða flyingbussproductions.gmail. Flyingbussmail@gmail.com. Ok. Bara, Svo endilega. Það er hérna niður í dæminu sem að enginn ennir að lesa. Senda okkur namnir til að borga það í myndböndum og sko svona auglýsa það. kannski, já. Að tópa þess eitthvað. Getum sagt kannski í lokin, þú veist, þið stelpur sem eru að íhuga að fara með kærastanum ykkar á þessa mynd. Geðu það. Já, Láta það já. þjást. Þetta er Já, svona, gaman að sjá Ef þið viljið, Þið munu elska ef þið viljið hefna ykkar á honum fyrir Já. eitthvað, eða eru bara rosa pirraðar út í hann, þá farið með honum að þessa þetta er góð Þið hafið tilraun Mælið með þessa mynd fyrir kærustunum að hefna sín á kærustunum þegar. Já, Þetta er góð tilraun fyrir sambandi ef þið getið bæði setið í gegnum þessa mynd í bíói, sko ég skil það að þið getið hort á hana heima en ef þið getið hort á hana í bíói og haft bæði gaman að því þá, ég veit ekki, annarkvort er Það maðurinn, þið ættum annarkvæmt saman. maðurinn, þú veist, já. sko, ég skil ekki fólk sem getur orðið pirrað út í bíó en nú er ég búinn að vera í nokkrum þættum frekar pirraður og það er, Alltaf er gaman. Alltaf það er smá munur á því að horfa á mynd heima og fara á henni í bíó. Ef þú ferð á Já. henni í bíó þá ertu á lokuðu svæði, þú getur ekki eins mikið gert grín að myndinni Já. og allt svoleiðis og þannig það er svolítið, þú ert meira tilneyddur til þess að fylgjast virkilega vel með en ef þú horfir á hana heima þá getur þú gert grín að henni og þú getur farið Þú verður að haga þig í bíó. Þú Já. mátt gera hvað sem þú vilt heima þig, sko. Þannig að sko þetta er svona eina af þessum myndum sem að ég skil virkilega ef að fólk hatar þessa mynd út af því að það er látið sitja og horfa á hann í bíó. Sko, meðast, sko, Divergent til mis fannst mér að minnsta ekki móðgandi. Þessi var móðgandi, fannst mér, og já. Já. Og þegar við segjum móðgandi þá segjum við að loksins er komin grínmynd fyrir konur aftur Já. og það sem hún gerir er að hún misnotar tækifæri sitt með því að vera með slæma brandara, Já. slæmarleik og allt Svona þetta. rass og brjóst. Þess vegna segjum við sér rosalega móðgandi fyrir hvern Já. popúlan á jörðinni. Já, í rauninni. Þetta er svona, já. Höfum við eitthvað meira að segja? Bara reiði, meiri reiði. Já. Bara, já. Biturleik. Bara eins og ég segi, þetta er annarkvort mynd fyrir þig ef þú ert kona sem að ert búin að, sem að kærastinn er búin að halda fram hjá þér, eða þú þolir ekki kærastinn í augnablikinu og vilt pínan, Já. þá ferðu með hana að þessa mynd. Sko, ég veit Endilega. ekki, ég fór ekki á Twilight myndirnar í bíó, en ég get ekki borið þetta endilega við Twilight, út af því að, en ég get kannski, ég veit það ekki, út af því að það eru margir sem, það voru margar konur sem að drógu mennina sína á, Twilight og leituðu að þjást, ég veit það ekki, kannski er þetta eitthvað svipað núna, en ég meina, þetta er góð tilraun ef þið viljið sjá hvort að maðurinn stendur við hliðina á okkur allan tíman og eftir bíóið að þá megið halda betur í henni. Já, eins og ég segi, þetta þarf ekki alltaf að vera, þú veist, rosa kynbundið, eins og ég Nei. myndi alveg borga fyrir að horfa á mynd með, þú veist, stelpunum í Friends, það er fyndið. Já. Þetta var bara ekki fyndið. Já. Talent, Segið það bara, þú veist. Það er fucking legendary, Mark. Já, þannig að við, já. Við kveðjum, Já. þú veist, næsta mynd getur ekki verið verið en þetta, svo við Nei. Næsta mynd! bjartsýnir. Það er annarkvort, ef við förum á, ok, sko, það eru myndir sem eru í bíó núna, það eru 2 myndir, pluss einhverja teiknimyndir, ég veit ekki hvort við förum á þar, en það eru 2 myndir sem eru með svipaðan standard á þessi mynd sem við vorum að horfa á núna. Það er Bad Neighbors með Seth MacFarlane, eða hvað sem hann heitir, Seth Farlane, nei, hvað heitir hann? Seth Rogen, já, Seth Rogen. svo kemur, Og Walk of Shame, svo er Walk of Shame, nú, umbeður hún ekki neitt. sko, báða myndnar, önnur er svona marihuana mynd sem þú horfir á að þú steiktur og ert í bræðralagi, Ég held að það er að segja Walk of Shame, nei, grín. Það er slæmt það. Sko, Walk of Shame, við munum væntanlega ekki fara á hana bara út af því að þetta fjallar það að þetta á að vera fáuð kona sem er mistekinn fyrir það að vera vændiskona og það er eini brandarinn og hann verður svo kýlt gjörsamlega út alla myndina. Nú með hina myndina að þá er þetta Seth
sem hefur leikið svona hlutverk sem kannski, hann ekki beint snjallasti maðurinn en núna hún fjölskyldufaðir og allt gott með það og svo flytur bara bræðralag við hliðina á honum og hann svona tilneyðist til þess að ganga kannski í bræðralagið á hann að vera með fjölskyldunni. Ég held að Bad Neighbors var ekki það slæmsamt. Ég held að vera bara svo fyrirsjáanleg. Nei, ég sá trailerinn og það var fyndin, sko. Wow. Já, en best... Þú veist, ég hef alveg gaman á svona myndir, sko, eins og Nocta. Já. Það var svona fyndin, sko. En ég hef sagt, ef við ætlum að lýsa þessari mynd allir á einhvern hátt, þá held ég bara best að við... Það er bara svona. Sjáu þið gera virkilega, já, ok. Bless. Tölvugerður kúkur. Já, það er ég að slaka núna. Já. Já, ok. Brrrr.